flokkar hætti að fara í einhverjar tilraunir að búa til einhvern hrærigraut í ríkisstjórn sem að spannar hið pólitíska litróf, flokkar sem passa saman eiga að vera saman. Stjórnvöld þurfa að vera við borðsendan og stýra samtalið þó að atvinnulífi geti verið þarna með. Svo maður ber þetta saman við tunglskotið. Þá sagði Kennedy, heyrðu, við ætlum að fara til tunglsins, hvernig græjum við það? Hann settist ekki niður með fólki og sagði, heyrðu, hvað getum við skotist langt út í geim? Og sjáum síðan hvort við komumst einhvern tímann til tunglsins. Þetta er skekkja sem hefur verið í fjölmiðlum mjög lengi og var gagnrýnt mikið í síðustu kosningum. Ég held að það hafi verið svona eftir á ákvörðun að vera með smá svona umhverfis- og loftslagsþema í einum þætti hjá RÚV. Það var ekki einhvern veginn farið af stað í kosningaumfjöllunina með það fyrir augum að loftslagsmálin yrðu eitt af aðalatriðunum sem þyrfti að spyrja flokkan út í. Við höfum þá komist upp með að vera í endalausum vaxtafasa því að við höfum alltaf getað náð í nýjar og nýjar auðlindir en við hljótum að nálgast að það gengur ekki lengur og þá er kannski betra að vera búin að skala okkur niður á okkar forsendum frekar en að rekast á vegginn þegar allt klárast. Þú ert að hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkyns tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti er hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Andrés Ingi, velkomin í Plan B. Takk fyrir komuna. Við ætlum að ræða orku og loftslagsmál í dag. En við ætlum líka að ræða þessar kosningar sem eru alveg að fara að koma bæði hér á Íslandi og líka vestan megin við hafið í Bandaríkjunum. Þetta spilar allt saman yfir áhrif á okkur. En til að byrja með þá langum við að spyrja aðeins að því þú hefur talað töluvert umhverfismál og hefur látið til þín taka í þessum málum. Hvað var til þess að þú byrjaði að hafa áhuga á þeim málum og hvernig það komið þetta til allt saman? Það er nú örugglega bara hægt að teikna einhvern þráð sem tegir sig aftur þegar ég var krakki. Ég ólst upp í sveit og mamma og pabbi voru með ferðaþjónustu. Þannig að ég elst upp við að sjá túrista koma til landsins og upplifa náttúruna og mamma og pabbi voru líka bara mjög græn þannig að það smitaðist á mig held ég. En í stjórnmálunum þá er þetta kannski meira, því að þegar þú ert kosin inn á þing, þá ertu alltaf alveg að fara að missa vinnuna. Það er einhvern veginn, þú veist að næstu kosningar, þú ert alltaf að hugsa þær eins og þær séu þínar síðustu og þú hættir að starfa eftir þann tíma. Þannig að ég settist niður, það var kannski sérstaklega bara svona 2019, fyrir 5 árum, þegar ég var hættur í þingflokki Vinstri grænna og var utan þingflokka og sá fyrir mér að ég myndi bara, þetta væri mitt síðasta, ég yrði ekki endurkjörinn á þing, þá hugsaði ég hvernig ég gæti gert mest gagnin á þingi. Og þá leiti bara út á Austurvöll og sá föstudagsmótmælin sem höfðu ekki fengið nóg mikinn hljómgrunn inn á þingi og ákvað bara að þarna væri eitthvað sem vantaði. Það vantaði eitthvað sem gæti bara talað við aktivistana og borið boðskapinn áfram þangað sem við hefðum stærri mikrofón. Þannig að já, svona í pólitíkinni þá setti ég fókus á umhverfis- og loftslagsmálin vegna þess að mér fannst ég geta gert mest gagni þar. Það var eiginlega svona grunnhugsunin. Akkurat. Og þú ert búin að vera í stjórnmálum núna hvað lengi? Búin að vera á þingi í 8 ár, búin að vera aktífur í stjórnmálum síðan 2009, þannig að þetta er frá að telja. Já. Og nú eru framundan kosningar eftir 3 vikur cirka.
Já, og svolítið spennandi að því að hérna svona skyndikosninga þá hverfur öllu fókus úr umræðinni og þá eru alls konar mál sem að ná kannski ekki nógu hátt í henni eins og við erum væntanlega að fara að sjá með umhverfis- og loftslagsmálin að þau verða ekki aðal í þessari kosningabaráttu þó þau ættu þetta alltaf að vera það. Það byrjar allavega þannig að þetta verðist ekki vera mikið í umræðinni en eitt sem ég langar að spyrja þig hérna varðandi þessar kosningar fleiri flokkar sem eru í frambóði, nú eru held ég 10 flokkar sem eru að bjóða fram í öllum kjördæmum og ég held að flestir séu alveg til í að hafa marga flokka og mikið úrval og allt gott með það að segja en á sama tíma þá verða til þess að það þurfa alltaf að minnstakosti kannski 3, jafnvel 4 flokkar til að mynda ríkisstjórn og verður til þess að kjósandinn sem þarf að velja einhvern flokk hann getur kynnt sér stefnu flokksins en svo endar þetta með því að þetta svo útvatnað að maður veit ekki hver verður niðurstaðan og maður veit eiginlega ekki hvað maður að kjósa þetta er svolítið svona eins og hapdrætti þetta ekki þurfum við ekki að finna lausn á þessu? Jú, það væri náttúrulega þægilegt ef við værum með bara skýrar blokkir fyrir kosningar eins og í sumum löndum. En svo væri líka bara, að sumleiti finnst mér þetta bara dálítið gott landslag vegna þess að kjósandinn getur á kjördag valið bara þann flokk sem að passar 90% við það sem kjósandinn vill eða eitthvað svoleiðis. Ef þú væri með færri flokka og þegar væri með útvatnaðri stefnu innan flokksins þá geti hver kjósandi kannski max fengið svona 60% samsvörun við flokkin. Þannig upp á það að gera, þú veist, þegar þú sem kjósandi ert að velja þá færðu eitthvað sem stendur þér nær og þarf síðan bara að treysta því að fólk hafi þroska í það inn á þingi að mynda meirihluta sem make a sense út frá því sem þið standa fyrir. Og það sem við upplifðum náttúrulega eftir síðustu kosningar þegar ungir umhverfissinna voru búin að setja loftslagsmálin á dagskrá á alveg nýjan hátt með sólinni var að við fengum bara mat á því hvaða flokkar meikuðu sens út frá grænumálunum og við vorum með 3-4 flokka, Pírata voru efstir og svo voru svona 2-3 flokkar þar á eftir á svipuðum slóðum og þar var bara hægt að segja, heyrði, þetta eru flokkarnir sem taka þennan málaflokk alvarlega. Vandinn er síðan að eftir kosningar þá myndaði einn af þessum flokkum með bestu stefnuna ríkisstjórn með 2 flokkum með verstu stefnuna. Þannig að grænir kjósendur sem að letu smala sér inn á það að kjósa VG, þeir fengu að bera ábyrgð á því að Guðlaugur Þór varð ráðherra umhverfismála. Og ég held að það sé ekki alveg það sem að það sá kjósendahópur sá fyrir sér að myndi gerast með sínu atkvæði. Þannig að sko þetta snýst kannski tvennt, annars vegar að við í stjórnmálum byrjum virðingu fyrir kjósendunum sem styðja okkur áfram og tökum svona þá stemningu sem fólk mæti með á kjördag og höldum henni gangandi þegar við erum í meirihlutaviðræðum eða bara í störfum inn á þingi. Og síðan að flokkar hætti að fara í einhverjar tilraunir að búa til eitthvað hrærigraut í ríkisstjórn sem að spannar hið pólitíska litróf eins og það hétt hjá þessari ríkisstjórn sem féll núna í haust. Flokkar sem passa saman eiga að vera saman. Það á að vera fyrsta stopp og núna erum við með það þannig að þó við séum ekki með formlegar blokkir í íslenskum stjórnmálum þá getum við mjög auðveldlega að tekja þessa 10 flokka og sigta það saman í 2, max 3 hópa sem að eru svona mjög keimlíkir og við vitum að samstarf innan hvers hóps er það sem make sense fyrst. Annað vandamál sem hefur svolítið verið í umræðinni er að sumir flokkar mælast með fylgi eitthvað rétt 5% stundum aðeins yfir, stundum aðeins undir og nú í síðustu könnunum þá voru einmitt 3 flokkar sem eru kannski frekar á vinstrikandinum sem mældust annarkvort aðeins undir eða aðeins yfir 5%. Það voru Píratar og Vinstri græn og sósíalistar. Og maður náttúrulega velti fyrir sér gott ef að það skildi fara þannig að allir þessi 3 flokkar fá undir 5%.
þá það kannski 10-12% af atkvæðum sem að fara til vinstri sem eru að tappast. Þannig að þetta ekki nýtt dæmi hvernig sundrung á vinstri kantinum er að fara illa með vinstrið? Ég held að þetta verði ekki niðurstaðan. Ég held að við munum sjá bara heilmikla breytingar á fylgi núna næstu vikur. Meiri en við erum vön. Það er miklu meira flot á fylginu og við sáum það til dæmis í forsetakosningum í vor að þegar var sirka þetta langt í kosningar þá mældist Halla Tómasdóttir með 4% og hún endaði með því að vinna og verða forseti, þannig að það er alls konar hægt. Já, það getur allt breytt, en þetta bara svona ein sviðsmynd sem ég fór að velta fyrir mér. Já, nei, ég menn þetta er möguleiki en ég held að hann sé ekki líklegur vegna þess að ég held að þegar nálgast kosningar, ef að staðan verður sirka svona nálægt kosningum, þá held ég að mjög margir kjósendur muni kannski færa sig til þannig að þeir styðji flokk sem að þeim finnst mikilvægara að halda inn á þingi. Af því að þetta er oft kannski sambærilegu kjósendahópur sem að styður þessa 3 flokka en nálgun þessara flokka á stjórnmálin er gjör ólík. Þannig að til dæmis ef að fólk er að kalla eftir nýju vinnubrögðum og metnaðarfullri umhverfis loftslagsstefnu sem er ekki gefin afsláttur af, þá gæti það séð fyrir sér að stökkva yfir á okkur Pírata því að það vill halda okkur öflugum inn á þingi og helst sem aðhaldi innan ríkisstjórnar til að ná metnaðinu fram. Og síðan, ef þú ert með svona hart vinstra fólk sem er að velja á milli þess að sósíalista komist inn í fyrsta sinn eða VG detti út, þá geti ég alveg ímynda mér að svoleiðis fólk geti hugsað, VG er búið að halda sjálfstæðarflokknum að völdum í 7 ár, er ekki bara ágætt að fá dálítið ferskan og hreinan vinstritón með sósíalistum. Þannig að mér finnst alveg ólíklegt að allir þessir 3 flokkar fái eitthvað súper gengi en atkvæðin á milli þeirra eiga eftir að sigtast og síðan er hellingur þar fyrir utan sem er núna parkerað á öðrum flokkum sem ég held að ég eftir að fara á hreyfingu líka. Já, við sjáum til hvað verður en kosningar í Bandaríkjunum, hvað finnst þér þetta, Trump eða Harris? Auðvitað eru kannski fáir á Íslandi og í Evrópu almennt sem að styðja Trump og ég er ekki heldur mjög hrifinn af honum en þegar kemur að loftslagsmálum þá skrifaði ég grein nýlega um það að því miður þá hafa demókratar ekkert gett rosalega mikið í loftslagsmálum. Þegar Obama var forseti þá var á sama tíma tvöfaldaðist oljuframleiðsla í Bandaríkjunum og gasframleiðsla sömuleiðis og þannig að ég farið rauk fyrir því í greini minni að það myndi ekki breyta mjög miklu fyrir loftslagið hvort að Harris eða Trump yrði forseti en það fór illa í suma, en hvað finnst þér það? Ég held að Harris sé betri kostur kannski mest upp á alþjóðasamstarfi þegar kemur að loftslagsmálum því að Trump náttúrulega dró Bandaríkin út úr Parísarsamkomulaginu þegar hann var forseti, þannig að það er eitthvað sem við viljum ekki sjá gerast að eitt mikilvægasta ríkið til að hafa inn í þessu alþjóðaregluverki að það detti út, það er eitthvað sem við einlega megum ekki við. En síðan alveg rétt sem hún segir að þegar við skoðum innanlandspólitíkina þá er munurinn á flokkunum oft óþægilega lítill. Þeir eru náttúrulega báðir fyrst og fremst mjög svona atvinnulífsþengjandi og atvinnulífið í Bandaríkjunum er bara mjög háð olíu og bæði framleiðsla og síðan alls konar afleiddur iðnaður sem að þau vilja ekki styggja, þannig að var ekki Harris sem að talaði að hún myndi ekki beita sig gegn einhverjum olíuleiðslum sem að hafa verið mjög umdeildar. Og þá fann maður einmitt hvernig svona sökkt aldrei hjartað í græningjum í Bandaríkjunum. Hins vegar þá er nálgunin hjá þeim á atvinnulífið mjög ólík, þannig að við höfum séð Biden-stjórnina koma í gegn þessum breytingum, Inflation Reduction Act, sem er
annað gott dæmi hvað hérna má ekki, það eins og loftslagsmálin séu Voldemort sko, það má ekki nefna þau, þetta þarf að snúast að bæta efnahagslífið til að mega fara í gegn en það náttúrulega pakki sem að snýst mjög mikið græn umskipti. Þetta mjög sambland af ýmsum aðgerðum sem eru kannski jákvæð fyrir loftslagið en svo önnur ekki eins jákvæð. Þannig að það ekki alveg ljóst hvort að heildarbakkin sé endilega mjög góður fyrir loftslagið. Og það náttúrulega, þannig vandinn við þetta tveggjaflokka kerfið að til að ná þessum pakka í gegn þá þurfti að útvatna hann rosalega mikið. Já. Og það var alltaf spurning hvort við séum á okkur betri stað þegar fólki líður eins og við séum að taka grænskref en græni liturinn kannski daufari en maður myndi vilja. Og ég meina við eigum dæmi hérna heima náttúrulega líka það sem við erum með samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem nær loksins að koma borgarlínu á eitthvað skrið framkvæmd sem að sko höfuðborgarsvæði bara bráð vantar til að geta stigið skrefi átt að sjálfbærum samgöngum en pakkin búinn til þannig að allir flokkar geti staðið á bakveðan og þá hent inn í hann svo mörgum gráum framkvæmdum að loftslagsmati svona sirka það svona núllniðurstaða nánast. Já, og þetta veitir svona falskt öryggi því að ef maður kynni sér ekki kannski bakkan þá heldur maður að það séu mikla breytingar framöndan en svo það ekki þegar maður skoða það nánar. Já, og ég meina við sáum þegar samgöngusáttmáli var uppfærður núna í vor að þá var búið að þrengja fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar svo mikið að þurfti að tefja verklok þannig að borgarlínan klárast ekki fyrir 2040 en þá er einhver jafnvægislist í þessari uppfærslu að tefja allt jafn mikið þannig að gráa og græna myndi bæði tefjast út af því að það væri minni peningur settur í þetta frekar en að horfa bara át og segja ok, ef við erum með minni pening þá skulum við tefja hérna gráu framkvæmdirnar af því að liggur meira á þeim grænu til að við náum einhverjum markmiðum. Þetta skekkja sem að ég vona að næsta ríkisstjórn lægi og bara nálgist uppbyggingu samgöngukerfisins á höfuðborgarsvæðinu þannig að borgarlínu verði flýtt eins mikið í tíma og hægt og sama tíma þá þurfum við líka náttúrulega að dæla í strætó dagsins í dag bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og milli landshluta. Já. Ég horfði á leiðtoga umræður á RÚV fyrir nokkrum dögum. Ég veit ekki hvað þú fylgdist með en ég satt límtur í skjáin. Okay. Þetta var langur þáttur 2,5 tími cirka og á þessum 2,5 tíma þá var engin spurning loftslagsmál eða orkumál. Þetta við vorum að fá frétt fyrir ekki svo lengur síðan 2 vikur síðan eða eitthvað að mögulega gæti amokstraumurinn sem færir okkur hlýju úr suðri að hann gæti stöðvast og þá að Ísland gæti orðið nánast óbyggilegt jafnvel á þessari öld þess vegna. Við vitum ekki fyrir víst að það gerist en það eru taldar líkur á því og svo förum við í kosningar og það ekki einu sinni rætt þetta. Hvað finnst þér það? Sko þetta náttúrulega þetta eru spurningar sem fréttastofa RÚV velur þannig að það segir kannski dálítið sko forgangsröðunina þar að þetta hafi ekki verið stærra umfjöllunarefni. Og þetta var RÚV sem flutti fréttir af amokstraumnum og kveikstáttur það en svo bara snúið blaðið eins og skipti ekki máli lengur. En svo sáum við sko þegar formenni gátu spurt hvert annað þá tók ég eftir því að Þórhildur Sunna spurði Svandísi út í umhverfis- og loftslagsmálin. Kristrún spurði Sigurð Inga út í orkumálin meðal annars og samgöngumál og fleira. Þannig að sko stjórnmálin eru allavega, þau mætti ekki alveg tóm inn í þáttinn. En þetta er skekkja sem hefur verið í fjölmiðlum mjög lengi og var gagnrýnt mikið í síðustu kosningum. Þegar sko loftslagsmálin voru komin á eitthvað stað sem að þau höfðu ekki verið áður í kringum kosningabaráttu meðal annars og kannski aðalega út af sólinni frá ungum umhverfissinnum að þá var, ég held að það hafi verið svona eftir á ákvörðun að vera með smá svona umhverfis- og loftslagsþema í einum þætti hjá RÚV. Það var ekki einhvern veginn farið af stað í kosningaumfjöllunina með það fyrir augum að loftslagsmálin yrðu eitt af aðalatriðunum sem þyrfti að spyrja flokkan út í.
Það var einlega, það var bara grassrútin sem dróð það upp, bara félagasamtök sem píndu eiginlega restina til að tala svona. Merkilegt. Aðgerðar áætlun, nýlega kom fram ný aðgerðar áætlun í loftslagsmálum sem að Guðlaugur ráðherra kynnti. Þetta var uppfærsla frá fyrri áætlun, fleiri aðgerðir og svo fræs. Hvað fannst þér þessa nýju aðgerðar áætlun? Fleiri aðgerðir var einhvern veginn eini sölupunkturinn sem Guðlaugur gat dregið upp. Já. Og það svo var metið hver áhrifin getur verið og þá kemur í ljós að þetta eiginlega sami metnaður og var í síðustu áætlun. 35% samdráttur í samfélagslosun það sem er í hendi í þessari uppfærslu og það var, minnum við, 30-40% í síðustu útgáfu sem bara sama tala. Já. Það að hafi tekið svona langan tíma að uppfæra áætlunina mjög slæmt. Maður hefði haldið að ríkisstjórn sem að setja sér ný markmið í loftslagsmálum í samstarfsyfirlýsingu skili aðgerðaáætlun kannski hálfu ári seinna, ekki mikið seinna en það. En það liðu 2,5 ár þangað til þetta gerðist. Og ein af ástæðunum var svo að ríkisstjórnin tók sér ekki leiðtoga hlutverk í að einhvern veginn keyra þetta áfram, heldur bara svona henti köflum út til hluta atvinnulífsins til að vinna hvert í sínu horni og tók það síðan inn og ritstýrði síðan. Fyrir vikið þá var metnaðurinn ekki settur jafn hátt víða, heldur bara atvinnulífið að meta svona hvað það gæti þægilega gert og skilaði því einn sem tillögum. Og síðan þetta ekki unnið í neinu samstarfi við fræðasamfélagið eða grassrótarsamtök sem að hefði náttúrulega verið mjög gott til þess að fá ferskari hugmyndir og kannski geta yttað stefnunum alltaf betur. En þetta sýnir náttúrulega mjög vel líka bara hvað þessari ríkisstjórn hefur aldrei verið alvara með eigin yfirlýstu markmiðum vegna þess að í samstarfsyfirlýsingunni stendur að þau ætla að ná 55% samdrætti í losun, í samfélagslosun, en svo kemur aðgerðaáætlunin og með 35%. Þannig að meiri segja þetta ekki kosningaloforð sem þau eru að svíkja, þetta bara vinnuplan ríkisstjórnarinnar sem þau samþykkja eftir kompromi. Og þau ná ekki einu svona nálægt því að uppfylla það í aðgerðaáætluninni. Ekki líka svolítið vonlaus nálgun að ætlast til þess að fyrirtækin ákveð sjálf hvað þau ætla að gera í þessum málum? Ég meina, sum fyrirtæki byggja sína starfsemi á brennslu jarðefnaeldsneytis og þau munu aldrei segja sjálf vilju bara draga úr sínum umsvifum eins og flugfélög eða oljufélög eða þannig fyrirtæki. Er ekki barnalegt að halda að það geti leyst þannig með því að fyrirtækin ákveði sjálf hvað þau ætla að gera? Jú, ég held að svona áætlun þarf alltaf að vinna í dálítið nánu samstarfi við atvinnulífið af því að það með svo mörg verkfæri sem þarf að nota til að ná árangri. En það þarf að vera á forsendum almennings. Stjórnvöld þurfa að vera við borðsendan og stýra samtalinu þó að atvinnulífið geti verið þarna með. Já, samtal alltaf gott en það þarf einhver að taka ákvörðun. Já, það þarf heildarsýnina, hana þarf að setja af ríkisstjórninni og það þarf bara að tryggja að öll vinnan miði við hérna markmið sem við ætlum að setja okkur sem ríkisstjórn, sem samfélag og nú bara köllum við atvinnulífið að til þess að segja okkur hvernig við getum náð þessu markmiði. Ekki eins og þau gerðu í þessari aðgerðaáætlun að kalla atvinnulífið að og segja hverju getið þið náð. Heldur, sem að bera þetta saman við tunglskotið, þá sagði Kennedy, við ætlum að fara til tunglsins, hvernig græjum við það? Hann settist ekki niður með fólki og sagði, hvað getum við skotist langt út í geim? Og sjáum síðan hvort við komst einhvern tímann til tunglsins. Þetta bara hugsanarskekkja sem gengur ekki upp. Það minnir mig einhverja 150 aðgerðir sem eru taldar upp í þessari áætlun og það var lagt mikið í útlitið og svona lítur rosalega flott út en svo þegar maður skoða þetta nánar þá kemur í ljósa margar þessar aðgerðir eru bara hugmyndir og hugmyndastigi og ekki útfært. Þetta bara svona við getum kannski gert þetta en svo veit maður ekki hvað það skilar. Sumt af þessu
í rauninni ekki hægt að reikna út hvað það skilar einu sinni, eins og bara fræðslu, við getum alveg styrt fræðslu til almennings eða í skólum, en hvað það skilar í samdrætti, það er erfitt að segja. Þannig að mér syndist bara vera aðalega ein aðgerð sem að gæti skilað samdrætti í losun í þessari áætlun. Það var rafvæðing bílaflotans sem komin töluvert vel á veg. En hvað finnst þér þessa rafvæðingu í fyrsta lagi og hvað annars finnst þér að þyrfti að koma til? Sko, rafvæðingin hefur náttúrulega gengið mjög vel að því að það er bara búið að setja ógeðslega mikinn pening í hana. Þannig að á síðasta ári þá voru það 12 miljardar sem fóru í að niðurgreiða rafbíla. Síðan var kerfinu breytt til að ná þessari upphæð eitthvað niður, en það var gert svo klunnalega að salan á rafbílum bara hrundi. Sala á bílum hefur dregist mjög mikið saman á þessu ári almennt, en það er svona helmingi meiri samdráttur í rafbílum en bensín- og dísilbílum. Þetta er náttúrulega þróun sem er alveg öfugt við það sem þyrfti að vera. Og síðan þyrfti, sko, þú veist, ég held að við þurfum alveg að halda áfram að hvetja fólk til þess að kaupa rafbíl frekar en aðrar tegundir af bílum, hvort sem er með einhverjum ívilnunum eða bara með því að byggja upp innviðina sem að eru dálítið þröskuldur fyrir fólk, þannig að það viti að ef það langar að skjótast út á land þá sé það aldrei í einhverjum hleðsluvandræðum. Það hefur líka verið gagnrýnt að þessi styrkir til rafbílakaupa hafa fyrst og fremst runnið til þeirra sem að hafa efni á að kaupa nýjum bílum. Já. Og meðan þeir sem að eiga ekki efni á því að það sitja svolítið eftir í súpunni. Það er vandinn og vandinn er líka, þetta hefur oft verið kannski til þess að fjölga bara bílum á heimili. Þú ert með 2 bíla heimili og svo bara keyptur 3. bíl sem er rafbíl. Þannig að við lögðum til dæmis í Pírötum, þá lögðum við einu sinni til að þegar var verið að framlengja þetta úrræði að þú fengir fulla ívilnun ef rafbílinn væri eini bílinn á heimili, hálfa ívilnun ef þetta væri bíl nummer 2 og svo þetta væri bíl nummer 3 eða meira á heimili, þá fengir þú bara ekki neitt af því að þá þarf ekki að styðja þig til að kaupa fleiri bíla. Hvað með fólk sem hefur ekki efni á að kaupa bíl? Hvað á að gera fyrir að kaupa nýjan bíl sem sagt? Já, svo er það. Því flestir þessir rafbílar eru nýr. Já, svo það er síðan sko, eftirmarkaðurinn er eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli fyrir fólk sem hefur minna á milli handana og þar hefðum við þurft að grípa til miklu sterkari aðgerða gagnvart bílaleigunum miklu fyrr, vegna þess að stór hluti af notuðum bílum á Íslandi er frá bílaleigum, þannig að ef að bílaleigur hefðu fyrir 3-4 árum jafnvel verið skildaðar bara til að kaupa rafbíla þegar það verið að kaupa nýja bíla upp að kannski einhverju marki, að þá væri allt í einu að flæða út á markað núna miklu fleiri notaði rafbíla sem að væru ódýrari. Og síðan er fólki sem að vill ekki eða getur ekki nota bíl og það er eitthvað sem við þurfum að hjálpa miklu betur að taka þátt í orkuskiptinum. Það var til dæmis tekin upp þessi ívilnun til reiðhjóla og rafmagnsreiðhjóla sem felst í það að það er felldur niður virðisaukaskattur upp að ákveðnu marki. Það byrjaði fyrir 3 árum og þurftum að berjast fyrir því fyrir ári að halda því áfram 1 ári í viðbót og núna áramótin er það vantilega að fara að detta út af því að ríkisstjórnin lagði ekki til að framlengja það. Já. Þetta er ótrúlega ódýr en effektív leið. Ívilnunin til hvers hjóls er 100-200 kall. En þá ertu komið með einstakling sem að kannski stundar samgönguhjólreiðar allt árið og er ekki að valda sama álegi á innviðana eins og ef hann væri á bíl. Og við höfum líka séð tölurnar, sölutölur á rafmagnsreiðhjólum sérstaklega hafa bara verið að vaxa veldisvexti á síðustu árum og við sjáum það bara á öllum hjólastígum allt árið kring hvað er svakalegur fjöldi sem er að gera þetta. Þarna svona vaskívilnun er ekkert endilega það besta til þess að skila ábatanum beint til einstaklingana. Þannig að ég held að veri sniðugt ef við fáum metnaðarfulla ríkisstjórn eftir kosningar að hún bara setjist niður og hugsi hvernig sé hægt að koma beinum stuðningi til fólks til að kaupa reiðhjól. Kannski með einhverjum svona endurgreiðslu mekanisma í gegnum orkusjóð eins og er gert með rafbílana.
Þannig að ef þú kaupir hjól fyrir 500.000 þá getur þú fengið 200-300.000 tilbaka úr orkusjóði. Eða eins og við sjáum í mörgum löndum þar sem að sko vinnustaður getur keypt svona dýr hjól og svo afskrifað á einhverjum mánuðum til starfsmanna og þá átt þú það eftir ákveðin tíma. Þetta er svona kreatív útfærsla á samgöngustyrk sem að sko kemur líka til móts við það að það er bara ekkert fyrir hvert sem er að fjárfesta 500.000 í hjóli. Það er bara upphafskostnaðurinn svo hár. En fyrir vinnustað væri það kannski miklu minna mál og þá getur þú á 1 eða 2 árum bara átt þetta frábæra hjól án þess að þurfa að hafa fyrir því. Þetta hljómar svo góð hugmynd og ég held að það sé einmitt á mínum vinnustað í Háskóla Íslands þá það er hægt að fá rafhjól lánað. Já, svo það. Ég menn það er alls konar útfærslu sem er hægt að skoða. En aðeins aftur að bílunum var ekki ein leið til að leysa þetta með þá sem geta ekki keypt nýjan bíl að styrkja líka bílaleigur þá sem að bjóða upp á langtímaleigu þannig að fólk gæti leigt rafbíl til langtíma ef það á ekki efni á því að kaupa nýjan. Jú, það er ein leiðin til að koma þessum verkfærum í hendurnar á fólki sem þarf að hafa þau. Og manni finnst einmitt skrítið sko hvað ríkisstjórnin hefur skoðað fáar útfærslur. Það er bara þessi stuðningur við að kaupa nýjan rafbíl sem hefur verið fókus 1, 2 og 3. En einmitt eitthvað skonar, þú veist þetta með bílalegu hugmyndina gæti alveg flokkast undir deilihagkerfi. Eitthvað skonar deilihagkerfislausnir eða aðrar samgöngumátar heldur en einkabílinn. Það er eitthvað sem er alltaf í einhverjum neðri sætum hjá þessari stjórn. Þetta voru samgöngur á lendi allavega svona bílasamgöngur. Hvað með aðrar samgöngur, til dæmis vöruflutningar? Hvað vilt þú gera í því? Sko, við erum alltaf bara komast ágætlega af stað í orkuskipti þar af því að tæknin er bara komin á eitthvað stað sem við reiknuðum ekki með. Þannig að núna er alltaf í norðin möguleiki að keyra vöruflutningabíla á rafhlöðum. Það myndi, þú veist, ef að það verður áframhaldandi þróun þá einfaldar það verkefnið dálítið mikið. Þannig að við þurfum ekki að fara eitthvað rafeldsneytisleið að byggja upp innviði í kringum það. En síðan sko hefur mér alltaf þótt sko komin tími til þess að við hugsum bara líka nýja samgöngumáta, þú veist, að fara að byggja upp eitthvað einfalt lestakerfi sem að myndi sko létta þungaflutningum af þjóðvegunum og myndi líka bjóða fólki upp á að sækja vinnu eða nám í Reykjavík til dæmis en eiga mjög auðvelt með að búa í þessari periferíu Keflavík, Selfoss, Borgarnes án þess að þurfa alltaf að keyra á milli og strætóin sko það er alltaf spurning sko hversu lengi er hægt að skala hann upp þannig að hann þjóni svona massanum. Ef við værum búin að tengja þetta litla svæði með einhverju léttu lestakerfi þá værum við með sko eitthvað ekki stór höfuðborgarsvæði heldur risa höfuðborgarsvæði sem væri hægt að þróa til framtíðar og svo verið hægt að tengja við punkta lengra í burtu þannig að það myndi ekki vera sama þörf á að sko spæna upp öllum þjóðvegunum með því að vera með einhverja 40 tonna trukk að flytja lax úr sjókvíum til Keflavíkur. Þannig að ég held að þurfum eiginlega bara endurhugsa svolítið heildina líka. Já, skoða allt kerfið. Þetta er alveg hluta því. Ekki bara skipta út. Ekki bara mótorinn í vörubílunum, heldur þú veist, þurfum við svona marga vörubíla. Já, einmitt. Þetta er það sem myndi flokkast undir nægjusemi kannski. Þurfum við að flytja alltaf þessa hluti. Svo er það. Á milli landa, á milli landsluta. Hvað með skip og flugvélar? Nú er innflutningur á olíu búin að tvöfaldast cirka á síðustu árum aðalega út af ferðaþjónustunni, miklu fleiri ferðamenn en áður og ríkisstjórnin hefur lítið gert í því nema aðalega að biðja undanþágur þegar Evrópusambandið allar að setja strangari regluverk losun frá flugvélum þá vilja menn bara fá undanþágu. Hvernig sér það fyrir þér að við getum dregið úr þessari losun?
Sko það náttúrulega alveg ákveðið umhugsunarefni að ferðaþjónustan sé í einhverju sjálfstýringu. Það eins og sé engin opinber aðili sem ákveði hvað teljist vera eðlilegur eða sjálfbær vöxtur á fjölda ferðamanna til Íslands, heldur bara markaðsdeildir flugfélagana. Þetta hefur þetta verið lyftistöng fyrir atvinnulíf víða landið og bara allt gott með það. En þegar við erum farin að hengja inn á þetta líka það hvort Ísland nái markmiðum í loftslagsmálum, þá er þetta aldrei skrítið að það sé bara markaðsdeild Icelandair sem að stýri stærstu handföngunum þar. En þarna erum við samt með samgöngumáta þar sem að rafeldsnetið verður væntanlega lausnin einhver tíman. Veitum við hvað verður til mikið af því og hvað það með kosta? Nei, það eru svo óbúslega margir óvissuþættir og það sem hefur gert umræðina ennþá verri á Íslandi er að það er alltaf talað eins og við þurfum að framleiða þetta rafeldsneti allt hér á Íslandi. Þannig að þessar hugmyndir meira en tvöföldun á raforkuframleiðslu á Íslandi sem að Guðlaugur Þór og ríkisstjórnin hafa verið að tala út frá allt þetta kjörtímabil. Þar er náttúrulega ein af grunnforsendunum svo að við þurfum að framleiða nóg af rafeldsneti til að uppfylla þarfir flugfélagana. Ef við tækjum það út fyrir sviga þá værum við ekkert í einhverju svaka spennitreyju með orkuna, þá værum við ekkert að stressa okkur rosalega mikið á því að þurfa að auka orkuframleiðslu. En það er komin þetta skrýtna narratív hjá ríkisstjórninni að þau segja að það væri fáránlegt ef við myndum fasa út norskri olíu til þess eins að fara að flytja inn norskt rafeldsneyti. Eins og það sé eitthvað slæmt, að þetta sé útlenskur vökvi sé það sem við viljum losna við, en ekki að við viljum losna við að þetta sé jarðefnaeldsneyti sem er unnið úr jarðlögum. Þannig að ég held að við þyrftum eiginlega bara, það þarf bara að reikna þetta út hvort að make sense að vera með framleiðslu á rafeldsneyti á Íslandi. Mig grunar að það bara sé ekki raunhæft, það svari ekki kostnaði, að stærðin sé ekki nóg og að álagið á náttúruna sem fylgir því að framleiða allt þetta rafmagn sé bara of mikið. Vandinn er náttúrulega að ef við segjum að við erum ekki færum að framleiða rafeldsneyti, af hverju ættu aðrar þjóðir að gera það fyrir okkur? Er ekki svolítið ósanngjarnt að ætlast til þess að því við viljum ekki verka meira hjá okkur, að einhverjir aðrir þurfa þá að verka hjá sér til þess að framleiða fyrir okkur í staðinn fyrir að segja ok, kannski þurfum bara að draga úr þessu flugi. Já, svo er það. Ég meina það er náttúrulega, og það er það, við erum svo mikli forréttinda pésar að við tölum alltaf eins og séu bara nánast mannréttinda að komast einu sinni 2 ára ári til útlanda þegar að stærstu hluti jarðarbúa hefur bara aldrei stíðið upp í flugvél. Þannig að það mætti alveg fara einmitt að rétta þennan kvarða aðeins af. En síðan varðandi það hvort öðrum löndum þætti eitthvað asnalegt að við værum að skorast undan því að framleiða rafeldsneyti. Þetta ásamt líka heita að vera styrkleiki alþjóðlegs markaðskerfis, að lönd framleiða hluti sem að þau eru góð í að framleiða og flytja úr landi ef þau framleiða meira en þau þurfa sjálf. Það er þessana sem við erum að framleiða ála því að raforkan er svo ódýr hérna með annars staðar. Þannig að ef við sem alla þessa raforku getum eða viljum ekki framleiða rafeldsneyti, er ekki frekar ólíklegt að einhverjir aðrir geti gert það líka á móti? Já, en það er spurning, erum við með alla þessa raforku? Því að ef við skoðum bara það sem er undir í rammaáætlun, þá erum við nálægt því að vera búin að tæma alla svona hagkvæmu kostina í vatnsafli og jarðhita. Við tæmdum þá fyrir álið. Sammála því, en þá geta heinir líka sagt, margar til dæmis eins og Þýskaland er þá að brenna kol til þess að framleiða raforku. Af hverju ættu þeir að framleiða rafeldsneyti frekar en að draga úr kólabrennslu? Það væri náttúrulega algjörlega vitlaust að gera það. Og mörglund eru í þessari stöðu að það er helst ekki í forgangi að framleiða rafeldsneyti. Það er svo margt annað sem þarf að koma á undan. Já, enda ég meina rafeldsneyti er ekki hagkvæmasta leiðin til að það þarf svo mikla orku til þess að
að hliðra þeirri olíu sem að er hliðra þar, þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að skoða en það er hvort þið sko þetta eru, ef við forgangsröðum verkefnum eftir því hversu auðvelt er að ná í land með þau, þá er rafeldsneyti náttúrulega bara svona dálítil framtíðarmúsík. Tæknin er ekki komið þangað og þannig að aðalatriði held ég í þessu er að og margar stofnanir hafa varað við því að hvað sem okkur finnst það, þá verður líklega aldrei til nóg af rafeldsneyti til þess að koma í stað allar þessa olíu sem við erum að nota í dag. Já. Þannig að við verðum að hafa einhverja áætlun sem snýst ekki bara að skipta út olíu fyrir rafeldsneyti, heldur líka að finna aðra lausnir. Og svo eina í rauninni sem er til í fluginu er að draga úr fluginu, þannig að þurfum ekki að horfast í augu við það að ferðaþjónustan mun þurfa að draga úr sínum umsvifum. Ég hef ekkert á móti ferðamönnum, mér finnst gaman að sjá alltaf þessa ferðamenn hér, en ef við ætlum að taka þetta alvarlega þá er engin önnur leið heldur en þetta. Út af það náttúrulega ganga allir þessi losunargjöld sem er verið að innleiða og eins og sagðir áðan, ríkisstjórnin fékk undanþágu frá ETS á flug frá Íslandi sem er í rauninni bara sko niðurgreiðsla á næsta ári upp á 1,1 milljarð á þeirri losun sem að flugfélögin bera ábyrgð á. Peningur sem ríkið hefði getað tekið inn úr ETS-kerfinu og gert eitthvað grænt með í staðinn að fara í að niðurgreiða flugið. Ég menn það að draga úr flugi er leiðin til að draga úr losun þar og þá er kannski eðlilegt að gera það bara með þessum efnahagslegu hvötum þannig að við séum að innleiða mengunarbótaregluna þar eins og við ættum að gera annars staðar. Og síðan með skipin þá leysist losun frá þeim svona að nokkru leyti með því að við hættum að nota olíu því að hvað er ekki helmingur af skipatrafík í heiminum bara skipa flytja jarðefnaeldsneyti fram og tilbaka. Þannig að með því að við hættum að keyra orkuverin okkar á kolum eða nota bensín á bílana okkar, þá allt í einu minnkar þörfin á því að dæla einhverju eldsneyti á skipa því að það er bara minna að flytja milli heimsluta. En þess vegna líka ef við getum framleitt rafeldsneyti heima þá er það betra því þá þurfum við ekki að flytja það á milli landa. Já. En varðandi orkuvinnslu þá það er stundum verið gagnrýnt að umhverfissamtök og umhverfissinnar sumir ekki allir eru svolítið í mótsögn þegar þeir vilja á sama tíma fara í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Til þess þurfum við að rafvæða ýmislegt, þá vantar meiri raforka en sumu aðilar eru stundum á móti því að virkja meira. Hvað er þú þar? Sko þarna er náttúrulega bara grundvallar vandi að það er ekkert í kerfinu okkar sem tryggir neina þessum loforðum. Þannig að ný orka í dag, það er ekkert sem segir að þarfir almennings séu tryggðar með henni eða að orkuskipti séu tryggð. Og mér finnst pínu að stjórnvöld þurfi bara að taka þetta í réttri röð. Það þurfi að breyta regluverkinu þannig að sé hægt að forgangsraða í þá almennings og orkuskipta og það þurfi að setja skýrt plan samdrátt í losun sem ríkisstjórnin hefur ekki gert. Þegar þetta er komið, þá getum við að fara að ræða sko, hvað þurfi að virkja mikið og þú veist hver orkuþörfin sé raunverulega. Og það er náttúrulega eitthvað sem okkur vantar líka. Við erum með alls konar orkuspár sem að miða við ákveðnar sviðsmyndir, miða þetta við kannski bara grunn efnahagskerfið eins og við höfum í dag. Við þurfum að taka umræðu það hvort við viljum vaksa áfram í sömu átt og við höfum verið að vaksa á síðustu áratugum eða hvort þurfum við að stýra samfélaginu í að sjálfbærni með því að breyta forgangsröðun í því hvað við notum orkun okkar í. Þá áætlun þurfum við líka að hafa fyrir framan okkur árum við ákveðum hvort við hleypum einhverjum fjárfestum lausum bara út allar síslur landsins til að reisa einhver vindorkuver. Já. Og þú veist, þetta snýst líka bara sáttina sko, að því að það eru svo djúp sár víða út af einhverjum virkjanaframkvæmdum vegna þess að þeim var ýtt í gegn kannski óþökk einhvers hluta heimafólks
við megum ekki fara að endurtaka það með nýja orkukosti eins og vindin. Já, ég held að fólk sé kannski líklegra til þess að samþykja svona nýjar framkvæmdir ef að það liggur ljóst fyrir að þetta fyrir einhvern góðan málstað en ekki bara til þess að fylla vassa einhverja. Já. Hvað leggja Píratar til þetta sem þú ert búin að segja mér núna? Var þetta mest þín sýn á þessu eða sín Pírata eða bæði? Þetta var eiginlega allt bara svona stefna Pírata. Okay. Við vorum með metnaðarfyllstu umhverfis- og loftslagsstefnuna fyrir síðustu kosningar og vorum að uppfæra hana aðeins núna fyrir þessar, bara aðeins að herða á einhverjum tölulegum markmiðum sem að hafa breyst á þessum 3 árum sem eru liðin. Og það var reyndar dálítið fróðleg reynsla. Við fórum til dæmis í gegnum Emissions Gap Report hjá Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna og einn af punktunum okkar í stefninu frá 21 var að það þyrfti að draga úr losun árlegu samdráttur í losun þyrfti að vera 7,6% stóð í skýrslunni sem við byggðum á 2021. Núna er þetta komið upp í 8,7%. Og það endurspeglar svo vel þessa flötu línu sem hefur verið í öllum heiminum í aðgerðum í loftslagsmálum að nú er allt í einu kurvan til 2030 orðin miklu brattari og allar aðgerðir vera miklu dýrari og erfiðari. Og Ísland hefur ekkert verið að standa sér neitt mikið betur. Við erum búin að horfa á ríkisstjórnina ná 3% samdrætti í samfélagslosun frá 21, 7% ef við horfum á 2016 til 2023. Þetta samt yfir allt þetta tímabil er þetta minna en hefði þurft að nást á hverju ári. Þannig að við erum bara í svakalegri skuld sem að kallar á bara dálítið hraðar aðgerðir. Og annað í þessari áætlun sem að mér hefur fundist vanda er að það er horft bara á staðbundinni losun sem svo sem á sér stað á Íslandi, en við vitum að losun á sér stað líka alls staðar í heiminum til þess að framleiða þær vörur sem við flytjum inn, bara sem dæmi það er sement sem við notum í byggingar okkar og járn sem við notum, ekki járn en stál sem við notum út allt, plast og áburður, allt þetta er framleitt með því að brenna jarðefnaeldsneyti, nema við framleiðum það ekki hér, við flytjum það inn. Já. Þannig að og aðgerða áætlunin, hún tekur ekki að því, hún horfir bara á losun hér og þá myndast þessi hætta á kolefnisleka svo kallað, þannig að losunin hér hún kannski lækkar smá en svo erum við að flytja meira en áður, þannig að hún hækkar annars staðar á móti. Já. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að hugsa betur um? Jú, við erum alveg með í okkar stefnu pælingar þetta neysludrifna kolefnisspor Íslands að þurfa að reikna það út og finna út leiðir til að draga úr því. Og vorum reynda með frumvarp núna í haust sem að er svona pínulítið dæmi, svona konkrétt dæmi það hvernig svoleiðis aðgerðir geta litið út og hvernig þær geta verið svona win-win-win aðgerðir. Við erum með frumvarp sem snýst það sem við kallum hringrásarstyrki, sem er bara ef þú ert með eitthvað hlut, buxur eða skó eða hjól eða síma eða tölvu eða bara hvað það er og ferð að láta gera við hann, að þá getur þú tekið kvittunina úr viðgerðarþjónustunni og fengið endurgreiðslu upp á 50%, upp á hámarki 25.000 per viðgerð og 100.000 per ár. Þannig að þá búið að smyrja dálítið svona hvata inn í það að þú endur nýtir, þú lengi líftíma hlutana þina frekar en að kaupa nýja, af því að hver nýr hlutur hefur náttúrulega miklu meiri umhverfisáhrif heldur en það að viðhalda gamla hlutnum. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt dæmi að því að þetta hefur náttúrulega jákvæð áhrif á bara efnahag fólksins sem að nýti sér þetta og ég ímynda mér án þess að við höfum einhverja djúpa greiningu á því að það sé oft fólk sem að hefur kannski minna milli hendana. Við heyrum frá fólki í viðgerðarþjónustu sem við höfum talað við að það sé sérstaklega eldra fólk sem að leiti til þeirra, en á síðustu árum hafi yngsta fólkið komið í mjög auknum mæli.
Þannig að það greinilega vitundavakning hjá þeirri kynslóð. Það þá oft fólk sem í námi eða nýútskrifað og ekkert alveg að synda í seðlum, þannig að það væri mjög næs að geta svona aðstoða þau að sinna þessu. Og svo náttúrulega ef við erum að búa til hvata fyrir fólk til að láta gera við fleiri hluti, þá erum við líka búa til umhverfi fyrir fleira fólk að sinna þeirri þjónustu. Þannig að þetta svona atvinnuskapandi hjá einhverjum einyrkjum og pínulitlum fyrirtækjum sem eru oft bara svona sterkasta leiðin til að byggja undir atvinnulífið í litlum sveitafélögum til dæmis og bara í samfélaginu almennt. Hvernig það? Eru þið Píratar með útfærða stefnu eða aðgerða áætlun sem á að sýna fram hvernig hægt að ná samdrátt 7% á ári sem þú varst að tala eða eitthvað svoleiðis. Eru þið með þannig eða er hugsunin að ef þið myndu komast í ríkisstjórn að fara þá í að uppfæra eða búa til nýja aðgerða áætlun sem var í þá raunhæft til þess að ná þessum markmiðum? Sko, ég held að sé ekki hægt sem stjórnmálaflokkur að búa til einhverja komplett stefnu samdrátt í losun. Við erum með markmiðin í okkar stefnu. Já, og við erum með markmiðin við erum með nokkrar útfærslur, ekki nákvæma aðgerðaáætlun, en við erum með hugmyndir að halda borgarafundi aðgerðir í loftslagsmálum, af því að ég held að þurfi dálítið að virkja aflið sem býr í almenningi í þessum málum. Almenningur er miklu tilbúnar í aðgerðir heldur en ríkisstjórnin hefur viljað láta. Við sjáum það svo vel á því hvað gerðist þegar var allt í einu, ekki allt í einu, þegar var loksins boðið upp á að flokka lífrænt sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu, að það bara dróst saman urðun á lífrænum úrgangi 90%, bara yfir nótt. Af því að almenningur var bara komin 7 skrefum á undan stjórnvöldum. Sama held ég að sé með margar stórar aðgerðir í loftslagsmálum, að hugmyndirnar eru til, fólk veit svona sirka hvað er hægt að gera, en það vantar bara frumkvæði frá þeim sem að bera ábyrgð á því að stýra þessum málum til þess að koma þeim að stað. Og ég held að væri bara fínn tónnslegin á næsta kjörtímabili að það myndi byrja með borgarafundi þessi mál eins og við höfum séð gert í nokkrum löndum, og á grunni þess samtals og síðan með sérfræðingum og atvinnulífinu og öllu því, að þá verði búin til bara konkrétt og grjóthörð aðgerðaáætlun sem verður hægt að fjármagna og hrinda í framkvæmd. Okay. Það er annað sem ég er að velta fyrir mér, að margir sérfræðingar í þessu umhverfisfræðingar og aðrir hafa bent á að tæknilausnir geta hjálpað okkur á ýmsa vegu og gert ýmislegt þar, rafvæðing bílaflótans og vindmyllur og alls konar. En á endanum að allt þetta mun ekki duga og að það er óhjákvæmilegt að tala líka nægjusemi, að framleiða minna, nota minna. Í nýjustu skýrslu IPCC var meðal annars talað það. En á sama tíma þá sér maður að það er erfitt fyrir stjórnmálamenn að selja þessa hugmynd. Þetta er ekki eitthvað sem hljómar mjög gott í eyrun kjósenda kannski, að við þurfum að nota minna, fara í mjög róttækar breytingar. Við viljum helst bara litlar breytingar eins og að fara að flokka ruslið, það er ekkert svo erfitt að skipta út rafbíl eða bensínbíl fyrir rafbíl. Ef það kostar ekki ómikið, þá er ekkert svo erfitt. En við vitum að þessar litlu aðgerðir munu ekki duga, við þurfum að fara í stærri, en það er erfitt fyrir stjórnmálamenn að tala fyrir þannig aðgerðir, en það ekki. Hvernig sérðu að þetta verði hægt að sannfæra fólk að fara í meiri háttar aðgerðir? Sko, þetta er náttúrulega kannski erfiðasta jafnvægislistin að taka þessa umræðu án þess að vera einhvern veginn eitthvað að móralisera fólk, þú veist, að skamma það. Það er mjög þunn lína þarna á milli. Og minnst einmitt þetta frumvarp okkur hringrásarstyrkina ágætt dæmi hvernig þú getur verið að predika nægjusemi án þess að gera það í einhverjum predikunartón. Það er bara verið að opna tækifærið fyrir fólk að stíga réttu skrefin. Mögulega þurfum við á einhverjum tíma að taka predikunarsamtalið, en við getum allavega byrjað á því að taka all hinn samtalina, því að það er fullt af auðveldum breytingum sem er hægt að
innleiða sem ég held að fólk síðan sjáu eftir á að hafi ekkert verið, það sé hægt að flokka það undir nægjusemi en hafi ekkert rýrt lífsgæði þess neitt. En það sem við höfum talað í Pírötum er líka mikilvægt þess að bara breyta því hvernig yfirvöld aðalega líta á efnahagskerfið. Það þessi endalausa hagvaxtarhyggja sem hefur stýrt í hvernig ákvarðanir eru teknar og það verður til þess að öllum kerfum stillt þannig upp að almenningur getur eiginlega ekkert annað en viljað alltaf meira. Við höfum talað fyrir því að byggja upp velsældarhagkerfi þar sem að sé bara miða við aðra mælikvarða en vöxt á efnahagslegum umsvifum sem mælikvarða á gæði samfélags og ég held að það sé eitthvað sem að sko mjög margt fólk er til í. Það bara, það snýst ekkert að rýra lífsgæði eða gera samfélagi leiðilegra, heldur snýst það bara aðeins annan fókus og breytt tempó en velsæld og lífsgæði bara á pari við það sem við þekkjum. Já. En er ekki mikilvægt að kannski stjórnmálamenn samt séu skýr og þórið að segja að við þurfum svolítið að velja annarkvort viljum við halda áfram að vaxa eða við viljum draga úr losun og að það sé í rauninni ekki hægt að gera bæði í einu eins og hefur verið kannski viðkvæði hjá mörgum að við getum búið til grænan hagvöxt grænt hagkerfi sem heldur áfram að stækka einhvern veginn en án þess að það komi niður á umhverfið og losun þurfum ekki að horfa svolítið augu við það að þetta er ekki raunhæft. Jú og bara þetta svona grundvallar hugsunarháttur sem við þurfum að breyta og ég meina við sjáum það náttúrulega ég meina þetta írónískasta við græna hagvöxtin er það að það er þörf eða það er eftirspurn eftir málmum í rafbíla sem að knýja áfram sko alls konar umhverfishörmungar í Afríku í kringum námagröft og það er það sem að knýja áfram og þrýsta á deep sea mining, námagröft á hafsbotni til að ná þessum málmum úr vistkerfum sem að verði þá bara gjörsamlega rústað, getur haft alveg rosalega áhrif á vistkerfin í sjónum hérna í kringum okkur og Noregur er sko fremst í flokki þar á sama tíma og Noregur er alltaf að tala að þau séu svo geggja metnaðarfull í umhverfis- og loftslagsmálum en framleiða síðan alltaf meira og meira olíu. Þannig að það er einmitt þessi það er þessi hugsanavilla sem er svo rík bara út allan heim að við getum einhvern veginn haldið áfram business as usual en samt bara talað eins og við séum að breyta. Já, það þarf að breyta ykkur í alvöru líka. Talandi þessa málma að ég held að séu 1 milljarður bíla í heiminum í dag en við erum 8 milljarðar ef allir vilja eignast rafmagnsbíl þá þurfum við að framleiða 8 milljarðar rafbíla og þegar maður reiknar út þörfin á málmum til þess að framleiða þá sér maður að þetta gengur ekki upp þetta dæmi. Þannig að við þurfum líka að tala hvernig getum við fækkað bílum ekki endilega útrýma þá en fækka þeim. Já og þetta er náttúrulega sko það að tala að við getum ekki vaxið endalaust það ætti svona nánast ekki að vera pólitíka því að þetta er bara svona það er bara að vera að halda fram einhverju staðreind heimina því að við erum með bara takmarkaðar auðlindir það sem er á þessum hnetti okkar er það sem við eigum, punktu basta. Þetta ætti að vera frekar augljóst en er það ekki fyrir marga? Nei, við höfum ennþá komist upp með að vera í endalausum vaxtafasa því að við höfum alltaf getað náð í nýjar og nýjar auðlindir en við hljótum að nálgast að það gengur ekki lengur og þá er kannski betra að vera búin að skala okkur niður á okkar forsendum frekar en að rekast á vegginn þegar allt klárast. Já, nákvæmlega. Ég sá frétt að það var hugmynd hjá Pírötum að banna auglýsingar sem tengjast jarðefnaeldsneyti og ég hefði séð frétt þar á undan þar sem þetta var gert í Hollandi, í Haag, menn ég. Er það ekki rétt hjá mér? Var þetta
innblástur frá þeim eða Já, hvaðan kom þessi hugmynd? Þetta var reyndar tillaga sem þingmaður Vafki lagði fram og ég var bara með á henni. Já. En ég einmitt tók eftir þessu, þetta var ein af viðbóta tillögunum sem að nokkuð félagasamtök sendu inn við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum á samráðsgáttina. Þannig að hvað Landvernd og ungir umhverfissinnar voru með sameiginlega umsögn þar sem þetta var eitt af því sem þau lögðu til að stjórnvöld myndu gera. Þannig að þegar ég sá hana Evu hjá Vafki vera að leggja þetta fram og bjóða okkur að vera með þá fannst mér ekki annað hægt en að sýna ungum umhverfissinnum stuðning með því að vera líka með. Ég skil. En var þetta eitthvað útvært að hvernig að því þetta er svolítið snúið náttúrulega sumt er augljóslega tengt jarðefnaeldsneyti eins og auglýsing fyrir olíu en svo er sumt kannski auglýsing fyrir bíl. Er það þá líka bannað eða hvernig? Nei, þetta var ekki mjög skýrt útfært og hefði kannski mátt vera skýrara því að í greinargerð var síðan farið að tala alls konar starfsemi sem að gæti mögulega fallið undir þetta í framtíðinni og þú veist, það getur náttúrulega orðið að slippir í slóp en þetta er samt samtal sem er mikilvægt að eiga vegna þess að það sem við erum að sjá á hinni hliðinni er síðan að olíufélögin á heimsvísu eru ekki bara að standa í rosalegu áróðustríði og stundum falsfrétta áróðri, heldur er að beita sér sem lobbyistar í ýmsum löndum til þess að draga úr möguleikum aðgerða sinna til að mótmæla loftslagsaðgerðaleysi. Þannig að það verið að breyta reglum og fangelsa fólk vegna þess að olíufélögin hafi verið svo duglega að draga úr möguleikum fólks til mótmæla og frjálsar tjáningar. Já. Þannig að ég held að sé bara fínt að við séum aðeins að ræða það hvort við þurfum þá ekki að toga tjáningafrelsi þeirra aðeins í hinn áttina. Já, og mér finnst þetta alls ekki vitlaus hugmynd. Það mun alltaf, það verður alltaf smá snúið að ákveða hvar á að draga línuna, hvar endar, hvað nákvæmlega á að banna og hvað ekki, en það sama á við svo margt annað eins og við þurfum að ákveða frá hvaða aldri fólk má kjósa og það getur aldrei einhver komið og gagnrýnt af hverju er það 18 en ekki 19 eða 17, þú veist. Þannig að einhver staðar þarf að draga línuna. Já, og þetta er með lög eru bara eitthvað sem fólk ákveður. Já. Eitt annað gervigreind sem er núna á mikilli uppleið. Ég skrifaði greinilega sem ég byggja á öðrum greinurinn að það eru margir blaðamenn búnir að fjalla þetta að gervigreind er að kalla á mjög mikla aukningu í raforkuframleiðslu og því miður er oft tendensin hjá okkur að þegar eitthvað nýtt kemur að taka það bara upp og sjá hvað gerist og svo kannski 10 árum setna þá þarf að menna að hugsa kannski hefum við ekki átt að gera þetta eins og öðruvísi. Og það er svolítið sama að gerast með gervigreindina. Nú eru öll fyrirtæki að keppast við að nota gervigreindina og líka stofnanir, skólar og háskólar og allir að velta fyrir sér hvernig er hægt að græða á henni eða leika sér með henni. Þurfum við ekki líka svolítið að hugsa þegar eitthvað nýtt kemur. Hvað eru umhverfis áhrifin? Nú eru 2% af raforkuframleiðslu heimsins fer í gagnaver. Já. Og við erum að fá mörg gagnaver hérna til landsindæmis og þetta er orka sem þá hefði getið farið í orkuskipti en fer þá í ChatGPT eða Bitcoin eða hvað sem það er. Það er ekki aðeins að ræða þetta betur. Jú, og líka bara þú veist, allar hliðar á gervigreindina því að þetta er mjög mikilvæg þróun og gagnleg á ákveðnum sviðum. Ég meina, ég þekki líffræðingar sem voru að raðgreina eitthvað DNA-sequence úr skjölum sem að hefðu náð upp fyrir Hallgrímskirkju að þeim væri staplað upp og gervigreindin getur spólaði gegnum þetta og fundið samsvaranir á einhverjum hraða sem aldrei hefði verið hægt áður. Þannig að þetta getur þjónað svona afmörkuðum notum alveg ótrúlega vel. En manni finnst einmitt að það sé fyrir að nota þetta kannski aðeins of víða. Þú veist, þegar fólk er fyrir að spyrja ChatGPT frekar en að bara googla hluti, þá er kannski verið að beita vitlausu verkfæri, verið að beita stærra verkfæri en þú þarft. Það er 10 sinnum meiri orkunotkun ef þú spyr ChatGPT heldur en Google.
Já, en á móti, þú veist, fólki finnst að fá svona mannlegri svör, það er greinlega það sem að laðar það að því. Og síðan, sko, þar sem að þessi tækni er notuð í, já, mögulega slæma hluti, eins og við erum að sjá, sko, andlitsgreiningar hjá lögreglu eða bara stjórnvöldum yfirleitt. Þetta býður upp á rosalega ofnotkun og misnotkun þar. Þetta býður upp á, sko, hjá ríkjum sem er ekki sérstaklega annt mannréttindi, býður þetta líka upp á bara miklu meira eftirlitssamfélag yfir höfuð, þú veist, að komast í hérna alls konar samskipti fólks á milli og greina því á einhvern hátt sem ekki var hægt áður. Og síðan er hægt að nota þetta náttúrulega, minnst, hérna, kannski besta dæmið vera hvað gervigreindin er duglega að reikna út hvernig olíufélögin geta kreist fleiri dropa úr olíulindunum sínum. Ég er ekkert að það sé endilega besta nýtingin á þessari raforku. Já, þannig að við þurfum svolítið að velja á hafna og ekki endilega einleiða gagnrýnislaust á öll svið og sjá svo hvað gerist. Nei, en þarna er spurning, sko, hvað Ísland getur eitt og sér. Þarna held ég að við þurfum að stóla alltaf á Evrópusamstarfið. Það sem er náttúrulega verið að vinna svona, regluverk sem að skila sér síðan til okkar, og þar þyrfti Ísland náttúrulega bara að vera miklu öflugara í öllu samstarfi. Já, og þetta er eins og með alla stefnumótun, eins og með flugiðnaðinn sem er alþjóðlegur, að það er volið snúið fyrir eitt land að ákveða að breyta reglunum einn og sér. Þannig að það var ekki betra að vera hluti af stærri heild og geta þannig lagt sína lóða og vogaskálótt. En þetta er annað umræðefni. Síðasta spurning, Andrés. Það er gott að vita að það er alltaf einn þingmaður sem að hugsa þessi mál á Alþingi og reynir við erum alveg fleiri og reynir að vekja athygli á þessu. En ég veit líka að það eru ekkert rosalega margir, og það eru mjög margir Alþingi sem er bara alls ekkert að hugsa mikið um þetta. Hvað er skýringin? Hvort er það þekkingarleysi eða bara hvort er það viljinn sem að vantar? Ég held að sé sannlega bara blanda. Að hluta til er þetta flókin og óaðgengilegu málaflokkur. Við erum að tala um prósentur og gigatonn og eitthvað svoleiðis þegar við erum að tala um bara grunnstefnunar, og við finnum það líka mjög þegar við erum að tala við kjósendur, að það getur verið dálítið erfitt að þýða stefnuna yfir á mannamál sem að kveikir í fólki. Þurftum við ekki að fá alla þingmenn á námskeið loftslagsmál og orkumál, og svo að þeir viti hvað þeir eru að vinna með og hvað þeir eru að tala um? Jú, algjörlega. Við höfum gert þetta hjá þingflokki Pírata. Við erum alltaf með svona vinnufund á sumrin fyrir hvern vetur og höfum annað hvert sumar eða eitthvað svoleiðis fengið fyrirlestur, bara svona krasskúrs í loftslagsmálum, og hérna síðast þá fengum við krasskúrs í hérna Fit for 55, bara svona uppfærslu. Og þetta er rosalega gagnlegt, því að þó að hérna við séum öll á sömu línu í málaflokknum, þá sinnum við honum mismikið bara því að við erum á ólíkum stöðum, ólíkum nefndum í þinginu og svona. Þannig að það er mjög mikilvægt að fá eitthvað svona utanaðkomandi sérfræðinga til að messa yfir okkur af og til að bara byggja upp þekkingagrunnin. Þetta er mjög flókið mál og markliða eins og þú segir, og tengist öllu öðru, efnahagsmál og jafnvel heilbrigðismál og ýmislegt annað. En að það er mikilvægt að þingmenn viti eitthvað hvað þetta snýst, en það er kannski líka, það er ekki nú að þeir viti heldur. Þarf líka almenningur að skilja hvað þetta snýst, eða ekki? Jú, og þar náttúrulega stólum við að hluta til á fjölmiðla, en að hluta til líka bara á aðgerða sinna, og þar býð ég mjög spenntur eftir því að sjá hvað kemur út úr sólinni þetta árið. Ungir umhverfisinnar fundu leið til að vinna þann kvarða aftur. Þegar það endur stakkaleikin. Já. Okay. Og það skiptir mjög miklu máli.
ég veit ekki hversu margir kjósendur létu niðurstöðun í sólinni stýra atkvæðisinu síðast en það allavega breytti umræðinni að hafa bara svona skýran samanburð á milli flokka þar sem að þú gast ekki lengur verið bara í einhverjum almennum yfirlýsingum heldur þurftiru sem stjórnmálhreyfingar eru búin að setja á blað bara konkrétt hvað þú vilt gera og það var einhver óháður aðili búin að fara yfir þetta allt saman og bera saman. Og það gerði umræðina miklu upplýstari og betri. Vonum að við komumst eitthvað áfram í þessu, Andrés, og ég vona að þú fáir að vera áfram á Alþingi og náðir að þoka þessu áfram. Takk. En takk fyrir komuna og gangið þér vel í því sem þú ert að gera. Takk.